Hvað segirðu? Hvaða leikur eru þið að vinna af í Paradís? Við erum að þróa Island of Winds, tölvuleikur sem tekur innblástur frá 17. og 18. aldar Íslandi. Og þú byrjar leikinn sem söguhetjan Brynhildur og hún kemur tilbaka í fjörðinn sem Dreytil og veit ekkert hvað hefur gerst og hún þarf að komast að því hvað gerist fyrir klanið sitt sem Balance Keeper klan og þetta í rauninni hero's journey og hún fer byrjar í fjörðinu sínum og fer síðan áfram í gegnum svona íslenskt landslag, bæði niður á Svartáströnd, upp á jökul og niður á fossasvæði og fer í landslag sem bara copy-paste af Íslandi. Já, maður tekur alveg eftir þegar maður spila leikinn, þetta mjög, maður finnur svona íslenskan sveita bara lyktina líka við. Já, það eru torfbæir og allt, við reynum að halda okkur við það sem var á 17. og 18. öld. Torfbæirnir kom ekki fyrir á 18. öld, þannig að við erum búin að teygja okkur aðeins frá galdrafórun á Íslandi yfir í 18. öldina. Þannig að já, og við reynum líka að lita palettan út af því að íslenskt vor hefur bara ákveðin lit sem mjög sérstakur og steinar á Íslandi hafa svona hvíta fléttu og við erum að reyna að ná þessum litlu smáatriðum inn í leikinn. Þannig að litapalettan okkar svona frá bláum niður í brúngulan. Það ekkert eitthvað grænt og hamingjusamt í okkar tölvuleik. En hvað við erum að tala um þetta að torfbæirnir kom ekki fyrir seinna og svona, með einhverja sagnfræðinga? Já, það einn sem í þjóðfræði og líka grafískur hönnuður hjá okkur. Önnur að teikna en líka líffræðingur, þannig að hún líka að hugsa út í, plöntur og alls konar sem við setjum inn í tölvuleikinn. En við erum svo líka að vinna með Árbæjarsafninu og ætlum kannski líka í umræðu við að ræða við þjóðfræðideildina í HÍ. Og Árbæjarsafnið er búið að gefa okkur vilyrði til að bara skanna inn hluti, við erum þegar búin að skanna inn aska og svona. Það sumt hægt að kaupa bara á svona tölvuleikjabúðum eða þessu Unreal með það. En við viljum hafa þetta uník, þannig að við verðum með íslenska hluti í tölvuleiknum. Þetta galdrarnir heita íslensku nöfnum eins og Ljómi og Mugga og... Já, Færa og Stunga. Já, en það samt á ensku, eða ekki? Sko, við ætlum að þýða hann yfir á 7 tungumál og svona eins og bara generally gert í tölvuleikjum þessi dæmigerðu evrópsku tungumál. En svo tókum við ákvörðun bara núna í sumar að við erum að þýða hana jafn óðum á íslensku. Þannig að við gerum allt á ensku en þýðum hann líka yfir á íslensku, samhliða. Þannig að íslenska verður líka valin. En við ætlum að hafa orð og svona, staðarheiti alltaf á íslensku. Og þá á það líka að vera smá svona Google-effekt í því fyrir erlenda spilara. Það er ekki margir leikir, íslensku leikjafyrirtæki sem að leggja í það að þýða en ekki á íslensku líka. Nei, það verður að vera þegar þetta er svona official game of Iceland. En þetta fyrsti leikur tölvuleikjafyrirtækisins eða? Já, ég stofnaði Paradís fyrir 2 árum og ég vann í CCP í 12 ár, bara æðislegu tími og gríðarlega mikið reynsla en fór út úr geiranum, fór að vinna hjá öðru fyrirtæki, Novomatic og fann bara þörfa, það bara allt og lítið af kúnum í þessum geira eða það er bara svona fjölbreytileiki yfir höfu og líka það er erfitt fyrir þá sem að bara koma úr námi að koma inn sem bara nýgræðingar inn í tölvuleikageirin þannig að ég með þá stefnu bæði að hafa parity í aldri og reynslu og líka í kynjum og þess áttar og líka bara aktíflega að segja fólki að þetta miðill ekki bara fyrir einhver tölvufræðingur úr HR heldur, ef þú hefur áhuga að skrifa sögur, ef þú hefur áhuga að teikna myndir og bara, þetta er bara svo gríðarlega mikilvægur miðill og líka fyrir konur þetta nýta til að segja sína fantasíur. Það er frábært að það séu konur með stóra brjóst í tölvuleikjum. All fine, en bara við ættum líka að segja okkar fantasíur. Kæra þakka fyrir þetta. Já, takk.